Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Hebreabréfið 3:1. Bræður heilagir. Þér eru hluttakar himneskrar köllunar. Gefið því gætur að Jesú, postula og æðsta presti játningar vorrar. Hebreabréfið 22 mínútur yfir 10. Látum oss því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti, með hjörtum, sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitundum synd, og með líkömum, sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Hebreabréfið 23 mínútur yfir 10. Höldum fast við játningu vonar vorrar án þess að kvika, því að trúr sá, sem fyrirheitið hefur gefið. Hebreabréfið 24 mínútur yfir 10. Gefum gætur hver að öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Hebreabréfið 32 mínútur yfir 10. Minnist fyrri daga, ef þér höfðu tekið á móti ljósinu, hvernig þér urðu að þola mikla raun þjáninga. Hebreabréfið 11:6. En án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá, sem gengur fram fyrir Guð, verður að trúa því, að hann sé til og að hann umbuni þeim, er hans leita. Hebreabréfið 12:2. Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar, beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, matsmann einskis og hefur nú setts til hægri handar hásæti Guðs. Hebreabréfið 14 mínútur yfir 12. Stundi frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær engin drottin leitið. Hebreabréfið korter yfir 12. Hafi gát á, að engin missi af Guðs náð, að engin byskjurót renni upp, sem truflun valdi og margir sörgist af. Hebreabréfið 16 mínútur yfir 12. Gæti þess, að eigi sé neitt hórkarl eða vanheilagur, eins og Esú, sem fyrir einn málsverð lét af hendi frumburðarétt sinn.